vel. Ég að velta fyrir mér þessum vef okkar, eða svona þessari samtvinningu okkar. Já, þessu sameiginlega verkefni okkar. Já, sko, sem að það tengja saman þessi tvö verkefni. Þú ert náttúrulega að tala um samskipti. Já. Og ég að tala um svona þessa litlu hluti sem að ég ætla að laga í samskiptum í rauninni. Já, já. Mínum samskiptum við tvo nemendur. Já. Þannig að þetta svona grundvallast aldrei á að samskiptin eru svolítið grundtónn í okkur báðum. Grunnurinn í okkar starfi. Akkurat. Og við vorum svona að tala saman um það. Þetta samskipti væru kannski bara grunnurinn að öllu. Og eru þetta bara grunnurinn að lífinu. Já. Eins og Adam og Eva áttu þannig einhver samskipti. Já, samneyti. Já, sem eru náttúrulega eitt form samskipta. Já, akkurat. Getur verið fallegt. Já, akkurat, fallegt. Og náttúrulega alltaf miklu skemmtilegra að velta fyrir sig sko þessum fallegu samskiptum. Já. Því að, þú veist, það Já, ekki samskipti falleg. Nei, en það er samt í rauninni það sem við erum að reyna að draga fram. Það er, þú veist, hvað er það góða í samskiptum sem við getum haldið það fram. Bara svona, svona rýnital, sko, eða þar sem að við, kennarinn eða sá fullorðni sem er að vinna með nemendanum eða barninu, hann setur sig ekki á einhvern hærri stall, heldur séu við saman. Þetta sé svona... Já, þú ert að tala um Neil Mercer, þannig að sem að... Ég mitt þetta og hann kynnt fyrir okkur í fyrstu staflutinu og ég hef verið eiginlega dálítið upptekinn af þessu síðan sko. Mér finnst þetta mjög þetta og eins og Hafþór skrifaði ábyggilega grein líka að það var að tala um þetta að hugsa saman sko. Það hafa nú verið Neil Mercer líka sko. Já, það var Netlu, já, Hafþóri. Já, það er einhverju þetta sem að verður, þú veist, að búa til eins og Mercer kannaði svona samtöl og fannst greinilegt að þau væri ekki árangursrík milli kennara og nemenda. Já. Og sem sagt hélt ég fram að ég yrði bara reynilega að kenna þetta sko. Já. Og við erum kannski svona, það er kannski að opna einhverja svona dyr fyrir okkur. Við erum kannski að sjá að það er kannski, ef maður bara byrjar á því, þú veist, að kenna betri samskipti ef mann er textað, það er að segja, að þá kannski opnast bara nýr heimur fyrir alla. Já. Og það er kannski það sem við reynum í skólanum eins og með eitt af einkunnarorðum með virðing. Og það er eitthvað sem við leggjum miklu áherslu á og reynum að vinna með og vinna eftir að við séum að virða fólk og hluti og það sem fólki stendur fyrir. Sem er náttúrulega bara grunnstef í öllum samskiptum, sko. Já. Virðing bæði fyrir sjálfum sér og viðmælandunum eða þeim sem þú ert að umgangast. En við höfum svolítið líka verið að velta fyrir okkur að við erum svona, erum úr lista, eða svona, höfum við í sköpun. Erum listamenn. En já, það er akkurat þetta með sköpunina, sko. Hvernig verður listaverk til? Já, akkurat. Hvernig verður blóm til? Hvernig verður listaverk til? Hvernig verður lag til? Hvernig verður málverk til? Og svona. Og það er svona... Já, og akkurat þetta, sko, ef við gætum... ekki það að við séum að fara að gera það í svona litlu verkefni, en að við gætum sagt frá eða sýnt fram á hvernig hlutir verða til, eða eins og listaverk verði til, eða fólk skilji að blóm spretta í skít. Já, blóm sprettur upp á skít, sveppir. Já, og við nýtum það. En sko, þetta séu... Ég er ekki fyrir það. Já, ég veit það. Þetta séu hlutir sem að fallegir hlutir sem þróast upp úr engu. Og mannanna verk, þau þróast og ef við leggjum að stað með góð samskipti þá held ég að sko, starfið verði árangursríkara. Já, það er líka gaman að velta fyrir sig, sko, þú veist, hvað eru góð samskipti, sko, við erum auðvitað að fókusera dálítið á eins og þetta og vorum að tala um að kenna hreinlega góð samskipti, sko, en svo eru eins og þegar maður lítur á listina, sko, þar á oft kannski vond samskipti og orðið uppspretta. Já, akkurat. Ég meina við getum nefnt bara Keith Richards og Mick Jagger. Þeirra samskipti í Rolling Stones aðgjörð. Við getum líka nefnt bara Gummi Jóns og Stebbi Hilmars í saman. Það er náttúrulega bara betra dæmi. Það er þar mætar stálinn steinbara en þar verður eitthvað til, einhver núningur.
Núningur, það alltaf blótt. En það verður einhver núningur, grínlegist. Þetta verður svona tensjón, spenna, sko, sem maður býr eitthvað til, sko. Já, akkurat. Þannig að við skulum kannski ekki vann þetta vondsamskipti, sko. Nei, en það er samt þetta með þeir, nei, getum við að fara að praktisera vondsamskipti. En það er samt með svona, þegar þeir samt stefna að einhverju ákveðni afurð, sko. Já, en kannski er það þessi stóru sem ná að rísa upp úr, sko, eða svona, nei, kannski ekki. Þú veist, það þarf, sko, maður getur ímyndið sér eins og bara ef maður kemur í vinnuna, hvort sem maður er í hljómsveit eða maður er nemandi í skóla eða kennari í skóla, þú veist, og á von á slæmum samskiptum þann daginn. Já, maður fer ekkert upp í stjárfyrir það. Nei, það er ekki fyrir hvert sem er. Nei. Það er þetta niðurbrot sem maður er ofta að tala um, sko, og það er, þú veist, ef maður er að kenna eða búa til eitthvað umhverfið þar sem að samskipti einkennast af virðingu. Já, andrúmsloft. Og andrúmslofti sem verður svona einhvern veginn skapandi leið og byggir á góðum samskiptum. Og það auðvitað er það mjög mikilvægt fyrir okkur þegar við erum að mennta nemendur og vinna með fólki, mennta nemendur til þess að vera að taka þátt í daglegu lífi og starfi eftir, á næstu 20 árum og við vitum ekkert hvað við erum að undirbúa undir. Nei, en það er reyndar alveg hárrétt, sko. Við veitum ekki hvað framtíðin byrjar skautasöku. Þess vegna held ég og ég hef verið mjög upptekinn af þessu í rauninni frá því að þetta rýnital til dæmis var kynnt fyrir okkur, sko. Er þá þessi, hann Níl, er hann þá aðalkallinn í? Já, ég hafði nú ekki hugsað mér að hafa hann aðalkallinn hjá mér. Þú varst kannski fyrir að hafa, en jú, ég er samt mjög upptekinn af þessu bara í mínu lífi, sko. Að ég er svona, að því nú er ég að vasast í pólitík líka, sko. Að ég held bara sveimir þá að við getum náð alveg gríðarlegum árangri, eða þú veist, við getum aukið, hvað maður að segja, við getum náð miklu meira út úr bæðið mér og þér og öllum í kringum okkur, ef við, sko, ástundum góð samskipti. Já. Ég er ekki að segja þetta bara út í lofti. Nei, en ég held að þetta sé bara lykilatriði. Ég held að þetta sé samt ekkert nýtt. Ég meina, er þetta ekki eitthvað sem við höfum alltaf vitað, en bara við þurfum að fara að praktisa, eða þú veist, fólk þarf að vera einbeitt í að beita. Já, en líka þetta, bara, þú veist, eins og Mercer segir, sko, að það þarf að kenna þetta. Já. Já, það hafi þetta ekkert allir, sko. Nei, alls ekki. Þú hefur þetta, þú er góður í þessu. Já, takk. Þú ert svona frá náttúrunnar hendi og ég er nú átt það áttu mjög gott með samskipti, sko. Já, við fólk. Og ég er svona meira inn í mig, sko, en ég á alveg ágætt með samskipti, en þetta er svona eitt af svona natural talent af þér, en það er ekki til öllum og sko, ef við bara förum markvist í það, það er nú oft að tala um að kenna eitthvað eins og gagnrýna hugsun og þetta, sérstaklega eftir hrunið, en ef við bara förum massíft í að kenna samskipti, bæði því. Minkum bara aðeins að kenna þetta frumlega og andlega og kenna bara samskipti. En við erum náttúrulega svo sem að því, sko, þegar við erum að tala í skólum þegar skólar segja að þessi orð séu einhverjum á skólans, þetta eru gildin sem að skóli stendur fyrir, menn það eru verkefni eins og Suðurlandi sem er eins og, þú veist, artverkefni sem gengur alltaf út á að kenna samskipti. En sko, við erum á sömu síðu, sko, sérstaklega eins og með Mercer. Já, ég er bara, þú veist, þetta er bara byrja bara strax í leikskólanum, auðvitað er þetta það, auðvitað er þetta út um allt, það er allir að gera, margir að gera góða hluti, sko. En ef þetta væri bara svona, ef maður svona fókuseraði meira á þetta, atriði, þá held ég, þú veist, að bara allt væri betra, þú veist, menntunin, pólitíkin, bara daglega lífi. Já, ekkert skítkast. Nákvæmlega. Ok, flott. Erum við ekki bara konur hérna með fyrsta vítabók? Þetta er kannski ágætis inngangur svona að því sem við ætlum að gera. Ágætis svona fyrsti mynd. Já, ég hlakka til að þegar við verðum svo með úti myndböndin. Já, þegar fyrir að vora. Hálf kalt úti.